Göngugötur hafa áhrif á fólk. Það afslappaðra. Það yfirleitt að sækja fleiri en einn stað. Þú kíkir inn í búðina eða færðir eitt kaffi eða eitthvað svona sem þú ætlaði kannski ekkert endilega að gera áður en þú mættir. Tilgangurinn með göngugötum að bæta borgarrými fyrir íbúana og þá gesti sem eru á svæðinu. Þannig að fleiri vilji koma og ganga hérna frekar en þar sem að bílarnir eru. Og það hvernig við hönnum rýmið hérna, svæðið á milli húsina, hefur áhrif á líðan fólks og upplifun þeirra. Og það gott aðgengi að bílastæðahúsum og það hægt að hafa sleppistæði við hliðargöturnar og hafa síðan aðgengi í sjálfri götunni betra en það í dag. Það fer ofslega mikið pláss í bílastæði og akreinar sem að fáir í rauninni njóta góðs af. Það bara þessi einn og einn bíll, flestir leggja í hliðargötum sem að síðan labba að svæðinu. Fæstir að keyra niður Laugaveginn í von að finna stæði. Það sem að hvetur til göngu að það sé fegurð í göturýminu, að það séu tré og svo að það séu bekkir til þess að setjast á og fjölbreyttir staðir til þess að setjast á. Það fær fólk til þess að sækja á staðinn og til þess að vilja dvelja þar, vera örlítið lengur. Það hefur sýnt sig erlendis að við svona breytingar eins og nú eru fyrirhugaðar á Laugaveginum þá fólk líklegra til þess að fara inn í búðir, verslun og þjónusta eykst, hliðargötur fara að óska eftir því að vera göngugötur líka. Og svo þetta gott fyrir lýðheilsu og umhverfið. Það hvetur til vistvænna ferðamáta. Það til dæmis auðvelt að koma með strætó. Varðandi veðrið, þá hefur það alveg sýnt sig í öðrum borgum. Við erum að tala norðarlega borgir sem sams konar veður og að við það breyta göturýminu og því hvað maður hefur að sækja á staðinn, það heldur fólk áfram að koma þó svo að sé vetur og kalt. Þessi breyting í notkun götunar, hún laðar að. Það hefur sýnt sig að þetta jákvæðar breytingar.